Já, ef við horfum aftur í tímann, svona 200 ár, þá voru vel flest störf sem til voru í heiminum, í sveitum. Síðan verður mikil vélvæðing, 20. öldin var svona vélvæðingaröld og það sem gerist í kjölfari að störfunum fækkar að breytast. 99% af þeim störfum sem voru til 1800, þau eru ekki til lengur. Og það til einfalt orð yfir þetta, það hagræðing. Þið heyrið þetta orð kannski oft notað, hagræðing, við erum að hagræða. Annað orð yfir hagræðing atvinnuleysi, tæknilegt atvinnuleysi. Auðvitað koma ný störf í staðinn, en þau gömlu, þau getu horfið. Ef við skoðum stöðun í dag, hvernig þá með störf sem til eru núna? Og það talið að 70% af þeim störfum sem til í dag, þau munu hverfa á þessari öld. Og ef við horfum bara, og það sem að gerast, ef við horfum tilbaka síðustu áratug, þá það sem gerðist á síðustu áratug var svona eiginlega að allt efni var stafrænt og félagsmiðlarnir komu og síðan hafa tölvurnar orðið öflugri og öflugri og við erum komið með tölvu sem árið 2000 var svona, nú þetta orðið komið í vasan hjá fólki og þetta heldur bara áfram og síðan allir tengdir á netið og það sem gerist það að þetta hefur einhverjar afleiðingar. En það sem að býr að baki þessa eru 3 þættir. Það í fyrsta lagi hugbúnaðurinn, það hann sem að verða öflugri og öflugri og öflugri. Það eru líka róbótarnir. Róbótar 20. aldarinnar voru svona þjarkar sem að voru bara vélar og þú komst nálægt þeim þá bara gastu lent í slysi. Róbótar dagsins í dag, 21. aldarinnar, þetta Baxter, $22 sem að hann kostar, en núna þetta að kenna, þarna verið að kenna Baxter að raða í kassa og svo fer hann bara og raðar. Þannig að róbótar 21. aldarinnar orðnir eins og tölvurnar voru kannski fyrir 25 árum eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta rétt að byrja. Og síðan þetta að fá hér til dæmis ódýr, armkit, ég veit ekki hvað maður gerir við svona hlut sko, en mér datt í huga að hann geti náð í bjór fyrir mann, hann passar svona hérna. Já. Nú, þriðji þátturinn það þessir þrívíddarprentar og þeir geti séð hérna frammi svona prentarar, en þetta eitthvað sem mun gjörbreyta hvernig menn hanna hluti og búa til hluti og þetta einmitt tækni sem orðin að hugbúnaðartækni. Það að búa til vörur hugbúnaðarvandamál, ekki vélbúnaðarvandamál og svo prentar út, endilega kíkja á þessa prentara sem eru hérna. En þessi 3 þættir, hugbúnaðurinn, róbótarnir og þrívíddarprentararnir, þeir munu hafa miklar afleiðingar á störf í framtíðinni. Og þetta mun líka hafa gríðarlega áhrif á hvernig fólk hegðar sér. Og við höfum tekið eftir því að undanfarin ár það hefur orðið grundvallar breyting á því hvernig fólk hegðar sér. Og þetta hefur áhrif á neysluvenjur, þetta hefur áhrif á störf og tökum nokkuð dæmi. Hérna eins og við fórum á vídeoleguna, tóku DFD-spólur eða keyptu og lásu bækur og svo framvegis. Nú allt komið í þessa miðla eins og hefur verið talað hérna. Eins og við fórum í bankan, nú allir hættir að bankaútibúum bara fækkar, þetta allt komið á netið, það eiginlega búið að taka hugbúnaðarkerfið og setja því andlitið á notandanum, hann gerir þetta bara sjálfur. Og þetta að hugbúnaðurinn alltaf verða öflugri og öflugri, þannig að þetta heldur bara áfram. Núna hugbúnaðurinn þannig að hann getur veitt leiðbeiningar, aðstoð, ráðleggingar og við erum að sjá ýmis störf sem eru unnin af lögfræðingum verða að hugbúnaðarverkefnum, sérfræðistar, endurskoðendum, skattaframtali, þar hugbúnaðurinn að taka svolítið yfir þetta. Mér sé að sjúkdómsgreiningar, fullt af svona apps fyrir heilsugæslu, fitness og svona sem að koma og gjörbreyta hvernig heilsugæsla virkar. Menntun líka, við höfum séð það að þessi netkennsla orðið mjög öflug, þannig að kennararnir, skólarnir og þetta þarf alltaf að breytast. Verkamannastörf, einföld þekking, hann eru bottarnir að taka yfir. Þetta vínegru botti hérna niðri sem fer og sækir vínberinn og síðan verkamannastörf eins og að setja saman tæki, hann að setja saman iPada og fyrirtæki sem vinnur í þessu, það að innleiða frá fullt af róbótum til að taka yfir þessi störf og síðan þrívíddarprentarinn sem hérna eins og ég áður talað Þannig að við erum að sjá ákveðna umbreytingu sem eiga sér stað núna á fyrsta áratug og öðrum áratug þessara aldar, þar sem að iðnaðurinn, fjöldaframleiðslan, útvarpi frá fáum til margra og þessi hagfræði sem býr að baki þessu, þetta að fara yfir í þrívíddarprentun, fjöldasérsmíði og svona persónulega hluti. Þannig að spurningin þá, þetta
gott eða er þetta slæmt? Og svarið við því að það eiginlega bara breytir engu því að þetta eitthvað sem að gerast. Og þess vegna verðum við bara að taka því og atvinnuþróun, hún þarf auðvitað bara að taka mið af þessum tæknibreytingum. Takk fyrir.